Einar Gunnarsson og hendurnar komnar upp hjá dómarunum. Það engin ógnun, það kemur auka kast, já. Snorri Steinn fór átt í vörnina. Þetta vandrarlegt hjá Valsmönnum. Já. Káamendur Einar inn á línu og Geir nær, nei, það hefur varið. Og Pektivicius kastar langt fram með þar og há. 10 sekúndur eftir. Og Valsmenn koma í sóknina. Og Bjarki inn á línu og Sigfús skorar! Sigfús skorar 2 eða 3 sekúndum fyrir lok fyrri hálfleiks og minnka munin í 8-7. Já, þvílíkur endir á fyrri hálfleik. Þetta þarna gekk boltinn bara að marka á milli nánast. Geysilega mikilvægt mark fyrir Val. Þeir gátu fengið á sig hraðapismark hérna. Staðan gat farið í 9-6, staðan faraði í 8-7. Geysilega mikilvægt fyrir Val. Já, sjáum þetta aftur. Þarna var sendingin og markið og staðan í hálfleik 8-7. Glæsileg sending af Björk og vel skotið á Sigfús. Já, hörkuspennandi fyrri hálfleikur og staðan 8-7. Hér sjáum við Egidijus Pektivicius, markvörð KA-manna. Hann er búinn að verja 6 skot í leiknum. Það á mikið eftir að mæða á markvörðunum. Svo Halldór Sigfússon átti frábæran leik í Valsheimilinu og vonandi tekst honum eins vel upp fyrir hönd KA-manna í þessum leik. Og hann er búinn að spila ágætlega. Andrius Delmokas, já, einn albesti línumaður handboltans hér heima. Frábær varnarleikur og varnarmaður og geysilega sterkur á línunni. Og hér er Atli Hilmarsson, þjálfari KA-manna sem svo sannarlega er búinn að ná glæsilegum árangri með þetta lið. Nú Roland Eratse, markvörður Vals, búinn að verja 5 skot í þessum leik. Hann er lykilmaður þarna á bakvið vörnina og hér sjáum við Snorra Stein Guðjónsson, fyrirliða og leikstjórnanda Valsmanna. Það mæði mikið á þessum unga pilti sem hefur spilað mjög vel fyrir Valsliðið í vetur. Sigfús Sigurðsson í stöðugum slagsmálum bæði í vörn og sókn. Ekki auðvelt að glíma við hann á línunni og ekki heldur kannski þennan Geir Sveinsson þjálfara sem hefur leikið mjög vel með Valsmönnum í þessum leikjum gegn KA-mönnum og verið að leysa inn úr horninu, farinn á línu, búa til hindranir og skora reyndar sjálfur. En hér sjáum við aftur Atla Hilmarsson. Honum voru þökkuð góð störf fyrir hönd KA-manna hér fyrir leikinn. En þetta er síðasti leikurinn sem hann stjórnar hér í KA-heimilinu áður en hann fer út til Þýskalands þar sem hann mun þjálfa Friesenheim. En hugsanlega er þetta síðasti leikurinn hans með KA-liðinu. Það kemur allt í ljós hér eftir að þessum leik lýkur. Kannski verður oddaleikur á föstudaginn. Við verðum bara að sjá til. Valsmenn byrja með boltan í síðara hálfleik. Þeir geta jafnað metin. Staðan 8-7. Og það er í hægra horninu er Ásbjörn Stefánsson. Snorri Steinn á miðjunni, Bjarki hægra megin, Markus Máni vinstra megin og Freyr í vinstra horninu og Sigfús í baráttunni á línunni. Var að Markus Máni, Snorri aftur á Markus Mána og það er dæmt ólögleg hindrun á Sigfús Sigurðsson inn á línunni og KA-menn fá boltan. Það er slæmt fyrir Valsmenn að misnota þessa sókn. Já, það hefur verið geysilega sterkt fyrir að koma inn í hálfleikinn og jafna leikinn. En þetta er geysileg barátta. Það verður örugglega svona fram á síðustu mínútum. Já, og inn í Valsvörnuna er kominn Ragnar Ægisson, leikmann nr. 20, ungur strákur, stór og sterkur. Og hann er að leysa Snorra Stein af hólmi núna. Snorri Steinn átti ekkert sérlega góðan leik í vörninni fyrir hálfleik. Þeir voru stundum að platan Heimir og Sævar Árnason og þar var reyndar Delmokas í lykilhlutverki og hér er Einar Logi með skot ekki dæmt og Valsmenn fá hraðaupplöf. Markus Máni, Bjarki aftur á Markus. KA-mennur er komin tilbaka, Geir fyrir inn á lína og Bjarki inn á hús á ekki, 2 mínútur, 2 mínútna brottvísun á Heimi Örn Árnason. Annað skipti sem að fyrir út af. Já. Við skulum sjá hvort að fáum endursýningu á þessu. Á togar í treyjuna hjá Sigfúsi. Það er 2 mínútna brottvísun. Já. Svíðsson út af og það er slæmt fyrir Heimi Örn og KA-mennina. En þá koma Valsmenn, Geir Sveinsson inn á línuna, Markus Máni Snorri út í hornið og Bjarki skorar! Já, fallegt mark hjá Valsmönnum og þeir jafna metin 8-8. Vel gert, nú var Bjarki kominn í horn og Geir með húsaðinn á línuna. Þetta er geysilega vel spilað og Bjarki er geysilega öruggur í horninu.
Hann mjög skemmtilegur hornamaður og getur skorað vonlausum færum. Hér Saman hvað hann spilar. Já, skorar hann fallegt mark. Staðan 8-8, Valsmenn búnir að jafna metin og KM í sókn. Nú leysir Sævar Árnason inn á línuna. Jóhann og þá Heiðmar og Halldór. Jónatan kemur á vörnina og Halldór í gegn og það er dæmt víti því að Bjarki hefur staðið á línunni. Þetta var gott fyrir KM sem eru einum leikmanni færri. Við sjáum þetta hælarnir á línunni og þeir dæma vítakast. Ragnar missir hérna Halldór fram hjá sér og Bjarki er á seinna stiga fyrir. Raunverulega með Sigfús inni með viss einu fleiri. Halldór á vítalínunni og hann skorar. Halldór Sigfússon skorar. Þetta er annað markið hans í leiknum og þau eru bæði úr vítum. Þeir hafa náð að loka á Halldór og fara að ganga meir út í hann heldur í síðasta leik. Þannig að hann er ekki búinn að koma mörgum skotum á markið. Einmitt átti hreint frábæra leiki í Valsheimilinu en það var vitað að Valsmenn myndu gera allt sem þeir gætu til þess að stoppa hann. Þá koma Valsmenn og Snorri Steinn út í hornið og Bjarki með skotdómar. Þetta er glæsilega spilað hjá Valsmönnum. Þeir jafna metin 9-9. Aftur opnaði fyrir Bjarka, glæsilega gert og hann bregst ekki. Þeir nýta sér hérna liðsmunnin og Snorri Steinn hljóp þarna bara undan til þess að vel ekki fyrir, sjáu þið. Núna spiluðu þeir áfram með 2 línumenn og hættulega við það náttúrulega að Heiðmar ætlaði hérna út til að klippa Markus. Það náttúrulega er orðið bara einn út í leikmaður og það er hættulega við en þeir voru snöggir að koma sér í gegn. Já, þá er það KM og búið að flauta brotið á Jónatan og þarna var Ragnar Ægisson svolítið heppinn. Já, hann var svolítið seinni í hann. Hann sendi boltan og hann slapp fyrir horn. Já, Stelmokas kominn aftur inn á og Jónatan með sending á hann og nú fær hann að líta 2 mínútur. Já. 2 mínútna brottvísun á Ragnar Ægisson. Strangur dómur. Það hefur svo sem annað eins gert þarna í baráttunni á línunni. Þetta var nú ekki það grófasta sem maður séð. Já. En kannski eru þeir að marka einhverja línu. Já. Hann er mjög ósáttur við þetta. Ég held að dómarinn hafi metið það þannig að hann hafi tekið utanum Stelmokas. Stelmokas kannski náði ekki alveg að grípa boltan. Það var kannski svona... Þetta er svona... Já, Valsmönnum finnst þetta strangt og ég skil það en þá koma KM-menn, Halldór, Jónatan, aftur á Heiðmar. Halldór, Jónatan og ruðningur. Þarna þóttist hann að senda út í hornið en sveif á vörnina, sjáum þetta aftur. Bjarki stendur kjur og þetta er ruðningur. Sævar gapandi frýr. Það sem að hefur vantað kannski svolítið á KA-liðinu er að fá boltan í horni og láta hornamenn að skjóta og þetta er svona dæmi það kannski. Má koma hann í hornboltin. Já. En þetta er aftur á móti jafn glæsilegt þegar Bjarki farið og hann farið í gegn. Já, já. En staðan 9-9, Valsmenn í sókn. Einum færri. Sigfús inn á línunni, Bjarki, Snorri Steinn og Markus Máni. Og slæm sending, tekur taktinn úr sókninni hjá Valsmönnum og Bjarki, Markus Máni inn á línu og Sigfús. KM-mennin á boltanum, Stelmokas dribblar upp allan völlinn fyrir gegn. En Rólandi Ratsever og Stelmokas mjög ósáttur með þetta, vildi fá þarna dæmt aukakast. Markus brýtur klárlega á honum. Já. Og raunverulega er þetta víti og jafnvel 2 mínútur, hann er fremsti maður. En þeir virðast ekki hafa séð að hann ítir þarna í hann. Já, þeir hafa ekki séð þetta, dómararnir. Og Valsmenn klappa sínum mönnum lof í lófa. 5 mínútur liðnar af síðari hálfleik, staðan 9-9, Valsmenn í sókn. En einum færri, þá hér aukakast. Sigfús fyrir inn á línuna, ára Bjarki, Snorri Steinn, Einar og inn á Sigfús og Stelmokas brýtur á honum og sendir honum tóninn. Nú voru Valsarnir farin að leita mjög mikið að Sigfúsi og þeir eru kannski svo einan að hann í upplöða færi. Já. Og hann reynir að senda boltan. Þá tekur Sigfús aukakastið. Einar út í hornið á Frey og Einar aukakast, Heiðmar gengur vel út í hann og nú fá þeir mannin sinn inn á. Markus Máni kominn inn á, þá er jafnt og þeir vinna KM-menn boltan. Já. Jóhann Gunnar í gegn og hann skorar! Jóhann Gunnar Jóhannsson skorar mikilvægt mark fyrir KM-menn, brýtur þarna ísinn, þeir hefðu ekki skorað í töluverðan tíma og KM-menn komnir í 10-9.
Þetta er þriðja hraðaflugsmarkið sem að KA-menn skora. Já, þetta er náttúrulega geysilega mikið að fá þessi ódýru mörk þetta er að valstöðarnir svo sterkar og þessi hraðaflugsmörk eru gutt í gildi. Já, þarna sáum við að Jóhann bað Róland Eratse afsökunar, þeir lentu þarna svolítið saman en valsmenn komnir í sókn. Snorri Steinn, slæm sending og Stelmokars vinnur boltann og hann er að komast í gegn og það er frábær markvarsla hjá Róland Eratse. Hann er að taka þessi hraðaflug og þetta er mikilvæg markvarsla. Valsmannarnir eru að gera svolítið klaufalega feila þarna í sóknarleiknum og annar hraðaflug í röð hjá KA og þarna bergaði Rólandi fyrir horn. Já, frábær markvarsla, hann er búinn að taka 3 svona hraðaflug, algjör dauðafæri. Það kemur Sævar og þarna vilja Valsmenn forðunning. En það er dæmt aukakast á þá. Já, þetta er alveg á gráðsverði. En áframheldarleikur í 7 mínútur liðnar. Af síðara hálfleik staðan 10-9. KA-mönnum í hag. Þeir geta komist 2 marka mun. Heimir. Og Sigfús stoppar hann. Sjáum aftur Stelmokars að berjast þarna inn á línunni. Við Ragnar. Sævar inn á línu, slæmsending og Valsmenn vinna boltan. Nú koma þeir í hraðaflug og Jóhann stelur boltanum af Markusi Mána. Já, hann gleymdi Geir að láta hann vita. Viðurkenndi það. En KA-menn heppnir. Það er ekkert í þessum háa. Það var Geir að ösku sennilega. Já, það er svo sannarlega hægt að taka undir það. Háaðinn er gríðarlegur og hitinn, stemmingin hreint frábær. KA-menn og Sævar í gegn og Róland Eratse ver í markinu. 8. skotið hans. Og Valsmenn kom í hraðaflug, Markus Máni, góð sending og Freyr í gegn. Og hann skorar, Freyr Brynjarsson skorar. Og þetta er 3. markið hans í leiknum. Hann jafnar metin, 10-10. Geysilega vel gert, hann er geisla á sjálfstraustu af Freyr og þetta er geysilega vel gert. Já. Og ekkert í Spektur Vicious vill meina hans í lendur en þetta er markið dæmkinn og staðan því upp 10-10. Það kemur Halldór og frábær línusending og Stelmokars skorar upp í samskeytum og vill fá 2 mínútur og fær 2 mínúna brottvísun á Geir Sveinsson. Sjáu þið, glæsileg sending, góð samvinna og Geir út af í 2 mínútur. Það var frábærlega gert hjá Halldóri. Hann fekk svona Geir í hreyfinguna aðeins út og sendi svo blind beint í hendurna samankost. Já, Andrea Stelmokars með 3 mörk og Valsmenn koma í sókn, einum leikmanni færri. KA-menn 1 marki yfir. Markus og Snorri fyrir utan. Bjarki og Freyr í hornunum og Sigfús inn á línunni. Nú kemur Bjarki og fær 1 aukakast. Það er mikilvægt fyrir Valsmenn að þeir haldi vel á spöðunum í þessari sókn. Og Freyr í gegn og sko, þvílík óhefni, boltinn í stöngin og í slána. Og KA-menn ná boltanum. Hann var eldsnöggur að þessu. Það er geysilega vel gert hjá Freyr, mjög óhefni með skotið. En það skildi Jóhann gjörsamlega eftir það. Já, og Jóhann, og þá Heiðmar, munaði mista að fengi þarna dæmdan ruðning á sig og Róland Eratse ver. Þarna fór Baldvin Þorsteinsson inn úr horninu og Róland Eratse búinn að verja 4 skot í síðara hálfleik og það eru 9,5 mínúta liðin. Þetta var eins og með Sævar á hann gefur þeim nærhorni, býður eftir þeim og lokar svo á það. Já. Þeir fallið þá Gryfju og setja í nærhorni. Já, svo sannarlega komið sterkur til leiks Róland Eratse í síðara hálfleik. Valsmenn fá aftur tækifæri til þess að jafna metin en það eru 45 sekúndur þar til þeir fá mannin sinn inn á. Stilla upp í rólegheitunum Markus og Snorri, kemur Snorri á vörnina, fær aukakast. Snorri að vinna tíma. Já, hálf mínúta, þar til þeir fá mannin. Markus út í hornið á Frey og Jóhann stoppar hann núna. Já, ætlar ekki að láta hann fara svona illa með sig eins og áðan. Þá koma Valsmenn, Snorri, Bjarki, Snorri aftur. Og Markus Máni með skot og Pektiusvis ver. Og frábært mark hjá Bjarka Sigurðssyni. Pektiusvis varði, Bjarki hirti frákastið og Bjarki skoraði. Já, Markus sem frekar lélegt skot. Bjarki heppinn fær frákastið og hann klárar þetta geysilega vel. Já. Þessi drengur er ótrúlegur. Bjarki kom með 4 mörk.
staðan 11-11. Þetta hnífjafnt og það verður erfitt að spá fyrir úrslit. Þetta ræðst ekki fyrir nema á loka sekúndunum væntanlega. Halldór og Heimir með skot, lúmskot og Rólandi Ratsever. Valsmenn á boltanum en það dæmt aukakast á Valsmenn. Og nú stoppaðir leikinn dómararnir og Anton talar hér við Ágúst Jóhannsson, aðstoðarþjálfara Valsmanna. Ég sá ekki nákvæmlega að gera það en Heimir var inni í teignum, kemur út og þeir lendi í einhverju samstöði. Það með línu á Valsmannin. Já, ekki sá ég hvað þau voru að dæma á en KA-menn halda boltanum og það er búið að stoppa leikinn á ný. Þeir heyri ekki neitt þarna heldur. Það þarf að þurrka gólfið. Svo Bjarki fer þarna alveg upp að Antoni og kallar inn í eyrað. Hávaðinn þvílíkur að það varla hægt að heyra hér mannsins mál. Það þýðir eiginlega ekkert að rífa til dómarinn og það bara að koma og ræða málið þegar það stopp. Svo hérna kemur Heimir út. Spurning hvort hans jólulegur en við dæma línu á Val. Staðan 11-11, KA-menn tilbúin að taka aukakastið og Kjartan Steinbach er þarna við... Það greinlega einhver með flautu. Já, einhver með flautu í húsinu segja þeir. Einhver með flautu í húsinu, það er náttúrulega harðbannað. Kjartan Steinbach, eftirlitsdómari og formaður dómaranefndar. Það mega bara þrír menn með flautu, það er eftirlitsdómarinn og dómarinn 2. Já. En þá leikurinn farið á staðan í rúmar 11 mínútur liðnar af sigurhálfleik, staðan 11-11. Halldór og þá Heiðmar og Geir Sveinsson með góða vörn, stoppar Heiðmar. Heiðmar ekki kominn á blað í þessum leik en búinn að skora 8 mörk fram að þessu í leikjunum 3. Halldór missir boltan þarna í hendurnar á Heimi og það dæmt aukakast. Já, þeim gengur illa að finna glufu núna KA-mönnum. Já, KA þarf náttúrulega að fá Heiðmar í gang. Það nánast ekkert búinn að koma frá öðrum vandum og þetta mjög erfitt. Stelm Ákas hefur ekki verið góð og Halldór hefur verið að senda á hann þetta. Heimir byrjaði vel en Heiðmar þarf að hrökkva í gang fyrir KA-menn. Já, þarna varði Rólandi Ratsever og þá kemur Heiðmar og haftar hér reynda tilbaka en skorar fyrsta markið sitt í leiknum og breytir stöðunni 12-11. Hann tók okkur orðinu. Já. Það var ekkert að tvíja nú þetta, reif sig upp og þrjum á hann í netið. Glæsilega gert hjá hann. Já, það er þarna Geir lendir ofan á honum og Heiðmar haftar tilbaka en markið gott og gilt, staðan 12-11. Þá stilla Valsmennu. Snorri á miðunni. Bjarki fær boltan aftur frá Horsbyrni. Bjarki og Markus Máni með skot en Pekti Vicious ver og það eru KA-menn sem að ná boltanum. Þetta skotið á Markusi var ekki gott. Já, Heiðmar og þeir róa þetta niður KA-menn og Valsmenn fljóti tilbaka. Þeir stilla upp á ný. Halldór kemur inn á. Skiptir við Jónatan Magnússon. Það er sama á hinum megin. Jafnbyggið og KA vantar að fá Heimar í gang, þá vantar Val að fá Markus í gang. Já. Kemur Jóhann út úr horninu. Fer inn á línuna. Heimir. Og Halldór sækir á Valsmenn en það er dæmt aukakast. Sjáu þið baráttuna í vörninni. Þetta er rosalegt og sóknin heldur áfram. Halldór, Heiðmar, aftur á Halldór og Halldór á opið, aukakast. Geir brotlegur. Þarna mistake Geir sig eitthvað og lenda þessu eftir honum. Já. En náði samt að grabla í hann nóg til að hann náði ekki að skjóta á markið. Það er sko ekkert gefið eftir. Þvílík barátta. Allt lagt í sölurnar. Geir og Sigfús þarna eru náttúrulega svakalegir hérna í vörðinu. Já, og svo eru Markus Máni og Ragnar Ægisson Sigfúrum megin við þá. Báðir stórir. Þá koma KA-menn. Halldór og Heimir. Heiðmar upp. Halldór missir boltan. Valsmenn á honum.
Bjarki og Sigfús og Markús út í hornið og Freyr en Jóhann Gunnar lokar og það er dæmt aukakast. Þannig gerðu þeir vel KA-menn að loka á þá. Já, geysilega fljótir aftur og þetta hefur verið sterkasta vopn Valsmann í vetur hraðaflöpinn og KA gjörsamlega lokar á þau. En kannski það sem KA þarf að gera í sóknarleiknum er að þeir þurfa að sækja meira utanverð. Sérst að koma milli 1 og 2. Það er erfitt fyrir að vera að klippa á sækina miðuna á Geir og Fúsa. Já. Kemur Bjarki og hann í gegn. Og Heimir brýtur á honum. Heimir verður að passa sig. Hann hefur farið tvisvar út af. Já, hann er komið 2 brottsjónir. Ef Bjarki sækir nú á hann þá er Heimir í vondum málum. Já, Heimir var þarna alveg á grensunni. En þá kom aðeins Snorri og Bjarki með skot á mark. Glæsilegt mark hjá Bjarka Sigurðssyni. Hann jafnar metinn 12-12. Það er töframáttur í vinstri hendina á þessu dreng. Hann er ekki hár í loftinu. Þannig stekkur hann upp utaði punktarinn og skorar. Glæsilegt mark. Hann er harður. Gerði þetta mjög vel. Mikill keppnismaður á Bjarki. Já, staðan nýfi öfn áfram. 12-12. 14 mínútur og 50 sekúndur liðnar af síðara hálfleik. Sem sagt það bil hálfnaður. Seinni hálfleikur. Heiðmar fær hann að stæmabildu. En stendur á fætur. Þarna sér þau færa hann Frey í sig. Þarna á hann að losa boltan á Jóhann. Já, út í það er engin spurning. Það sem það þarf að fá hornin í gang. Það er rétt og hér kemur Heiðmar. Fer inn úr horninu. Og það er dæmt aukakast. Freyr brotlegur. Þetta var Jóhann búinn að leysa inn á línuna. Já, það hefur verið strangur dómur þetta að víta á þetta. Já. Þá kemur Heiðmar og Jónatan. Aukakast. Baldvin vill á boltan í hornið. Ekki ánæður. Nei. Heiðmar, Halldór og Jónatan stekkur upp með skot. Rólandi Ratsever. Er á mikið inn á miðuna. Já, hann vantar alveg að senda boltan út í hornin. Valsmenn búin að vinna boltan. Þeir geta komist yfir í þessari sókn. Gleymu því ekki. Ef að þeir vinna, þá verða þeir Íslandsmeistarar í 21. sinn. Stilla hér upp í sókn. Einar kominn inn á aftur. Já. Markús ekki fundið sig. Það þarf að þurrka á boltan. Staðan 12-12 og 16 mínútur og 6 sekúndur liðnar af seinni hálfleik. Já. Búið að vera hnífjafnt allan tíman. Mestur munurinn var 3 mörk í fyrri hálfleik. Þá komist KA-menn í 7-4. En búið að vera jafnt á öllum tölum í síðara hálfleik. Þá kemur Bjarki, Einar Gunnarsson í hornið, Ásbjörn og Bjarki, Snorri. Góð vörn hjá KA-mennum núna. Það er geysilega hreyfanlegir í vörninni. Sigfús kemur og tekur aukakasti, Snorri, Bjarki. Hendi komin upp. Já, Einar stekkur upp með skot og það er fram hjá KA-menn. Ná boltanum, Jónatan og Heiðmar út í hornið á Jóhann. Fær boltan aftur, stelbókustinn á línunni, fær ekki boltan. Og Jónatan róar þetta niður. Baldvin fer í hornið og Jóhann í hægra horninu. Jónatan skipti við Halldór Sigfússon. KA-menn stillum. Heimir Örn, Halldór og Heiðmar í horninu Jóhann. Það kemur Heimir, sækir á Snorra Stein og Snorri fer hérna með höndina í andlitið á honum. Ég held nú að þetta hafi verið algjörlega óviljandi. Sjáu þið. Jó, höndin hrekkur af boltanum. Og Snorri Steinn verður nú að súpa seiðið af þessu. Fær 2 mínútna brottvísun. Já, það er svolítið vissi hvernig dómar að meta þetta. En það er klárlega í reglum að það fyrir andlit ára 2 mínútur. Já. En þetta var ekki ásetningur á Snorra. Nei, enda koma hann. Sjáum öll viðbrögð hvað Heimi afsökunar og Heimir tók hana að sjálfsögðu. Ég held að hann hafi, kannski manna best vita þetta var slys. Já, og líka Snorri hann er mjög heiðarlegur leikmaður og það er ekkert sem ekki heldur skilja nýtt í honum. Nei, og hér er hann á spjallið við Kjartan Steinbach. Og Heimir verður að fá aðlinningu utan vallar. Það hefur eitthvað sprungið fyrir hjá honum. En KA-menn halda áfram í sókninni. Jónatan á miðjunni, Halldór Sigfússon. Og út í hornið, þarna var Stelmókar búinn að setja upp hindrun og hefði getað fengið boltan.
Og Heiðmar út í hornið. Og Jóhann. Og þá Halldór út í hornið. Og glæsilegt mark. Baldur Þorsteinsson með fyrsta markið sitt. Og 13. mark. KM stað 13-12. Já, þetta er það sem KM þurfa að gera. Þeir eru náttúrulega einu fleiri þarna segja tegja á spilinu. Fá hornin í gang og sækja þarna með 1 og 2. Já, gott mark. Já, þessum unga strák. Valsmenn í sókn. Einu leikmanni færri, þá kemur Geir Sveinsson og fer í hægra hornið. Freyr á Gunnar. Og Gunnar að steppa í gegn. Einar Gunnarsson. Já, Einar Gunnarsson. Sonur Gunnars Einarssonar. Já. Það rugglar stundum. Pappa sem nýhættur. Þá koma Valsmenn, Bjarki, Markus. Og Einar upp og aukakast. Geir með góða blokkeringu, hann fór kannski aðeins og langt til að komast þetta í gegn. Hann var búinn að opna vel fyrir hann. Já, Geir ennþá inn á línunni og baráttan alveg rosaleg. Bjarki kemur á vörðina og fyrir nú vonlausu færi og það er varið. KM í hraðaflöp, Taktivicius varði og þá er það Jónatan og Heimir í gegn og frábær markvarsla hinum megin. Róland Ratse að verja að í hygg sitt 13. skot. Þarna í sókninni á Val, það fannst með Markus eru komin í upplætt tværi. Sendin í Bjarka sem er mjög innanlega. Já. Já, staðan 13-12. Þetta er geysilega langt markaskot því það eru 11 mínútur eftir að leiknum. Heimir og reynir að finna Stelmókastinn á línunni, það var dæmt aukakast. Kemur Halldór aftur á Heimir og Halldór út í hornið og Baldur vippar yfir Róland Ratse í markinu. Já, strákurinn skorar 2 í röð, staðan 14-12. Geysilega vel gert hjá hann. Hann er afslappaður og rólegur og gerir þetta geysilega vel. Já, og þarna sá það eftir markið að Bjarki Sigurðsson var ákaflega ósáttur við sjálfan sig. Já, ég veit ekki hvort hann var að heimta línu þarna. Mér sýndist það, hann var að heimta línu. Hann lagðist þetta var niður. Ég held að hann væri svona ósáttur. Herru, nú er alltaf sjóðu upp úr þarna. Sigfús brjálaður. Já, Kjartan Steinbach kominn þarna. Já, þeir vilja meina að þetta sé lína, væntanlega. Og ég veit ekki hvort við getum fengið að sjá þetta aftur. Það hlýtur eitthvað meira hafa gert þarna, þess að það var mikið læti. Já, Ágúst Jóhannsson, það er honum mikið niðri fyrir. Ef hann hefur stigið á svona á línunni svo þið segja, þá náttúrulega á dómarinn að sjá þetta. Þannig að fylgjast með þessu, það var enginn í manninum. Þannig að þetta er það sem hann á að sjá. Já. Og hér sjáum við þetta. Það eru hérna leikmenn. Já. Hann stígur á línuna, það var greinilegt. Þeir hafa ekki séð þetta dómararnir, en við sáum þetta í endursýningunni og valsmenninni sáu þetta líka. Mjög ósáttir en ok, þetta er búið, nú eiga þeir að hætta og halda áfram að hugsa leikinn. Já. Dómararnir geta gert mistökum svo aðrir. Já, og hér kemur Bjarki sækinn á vörnina, Heimir. Sigfús kemur út og Ásbjörn. Það var Markus inn á línuna, KM ná boltanum og sleppa og Taktivicius róar þá niður. Staðan 14-12. Lætin hérna alveg rosaleg í húsinu, spennan alveg hreint með ólíkindum. Það er allir eins og hengtur upp á þrá. Þegar að 10 mínútur eftir er staðan 14-12 KM-mönnum í vil og þeir geta komið 3 mörkum yfir og það er ansi mikill munur þegar markaskorið er svona lágt. Þá kemur Heimir og Halldór með skot og Róland Ratse ver og þetta er aukakast á KM-menn. Já, Róland Ratse varði þarna mikilvægt skot og valsmenn í hraðaflaup. Er lokað að KM-menn í geysilega snöggir aftur. Já, og Einar Gunnarsson stekkur upp og skorar og minkar muninn í 14-13. Þetta var glæsilega gert. Þetta þurfa miklu meira að gera. Þeir eru búin að leita endast á Sigfúsi, KR er búin að veiða sendingarnar þeim. Þeir þurfa að koma með fullu sjálftöðu og láta vaða markið. Þarna á þessu Stelmangast með óhress með blokkaríkunni á Geir. Þetta eru gríðarlega átök. Já, sjáum. En það er togað á báða bóa. Og erfitt kannski fyrir dómarana að fylgjast með öllu sem gerist. En þá koma KM staðan 14-13 þegar að 9 mínútur eftir. Heiðmar. Wow. Já, 2 mínútna Brottinsson á Geir. Sjáu þið. Hann togar í hann.
Geir Sveinsson togaði þarna. Geir er búinn að fara tvisvar út af það. Tvisvar út af, já. Já. Staðan 14-13 og innan við 9 mínútur eftir. KA-menn með boltan og geta aukið munin í 2 mörk. Valsmenn einum leikmanni færri. Þá koma KA-menn. Heiðmar, Halldór og Heimir. Heimir aftur á Halldór. Heimir. Og nú Halldór kominn inn á línuna. Heiðmar á vörðina inn á Stelmókas. Og það dæmt lína á Stelmókas. Og Valsmenn fá boltan og róa þetta niður. Þeir eru einum færri. Já, sjáum hér. Jú, hann er fyrir innan. Þegar hann fer af stað. Hann steytti sér leiðin í teginn. Þannig að hann nýtur hann hefði ekki komist þetta fyrir Valsmanni þarna og hann steytti sér leiðin klárlega skapa sér færi þannig. Og Valsmenn fá tækifæri til að jafna metin 14-14. Búið að þurrka boltanum og áhorfendur sjáuð þeir eru farnir að fækka fötum, svo mikill er hitinn hér. Jafn sveittir og leikmenn. Já. Svona á þetta að vera. Það er ekki laust við að það séu svitaperlur hér á fleirum. En Valsmenn stilla upp í sókn. Þeir eru einum færri. Snorri kemur á vörðina. Einar Gunnarsson. Og inn á Sigfús og sjáuð þið. Þeir stökkva á hann. Konið 3 strax á Sigfús og lokan af. Já. Og hér koma Valsmenn. Einar með skot í stöng og inn. Einar Gunnarsson er að skora hér. 14. mark Valsmanna og jafna metin 14-14. Geysilega mikilvægt mark. Einu færri og jafna leikinn. Þetta er það sem Valsmenn hafa þurft. Þeir eru búin að rægir að skjóta á markið. Já. Og svo þeir eru í gangi út og Einar kemur núna. Hann þurfa að koma þess út. Þannig að þetta var geysilega mikilvægt mark fyrir Val. Já, staðan jöfn og KA-menn fá dæmt aukakast. Hálf mínúta þar til Valsmenn fá mannin sinn inn á. Þeir eru ekkert að flýta sér að ná í boltan. Sekúndurnar, því að 20 sekúndur þar til þeir fá mannin inn á. KA-menn í sókn, þeir hafa smá tíma til þess að nýta sér liðsmuninn. Heimir inn á línu og það er dæmt vítakast á Valsmenn. Hárréttur dómur. Vítakast dæmt á Valsmenn og KA-menn geta komist aftur. Sjáuð þið. Já, brotið á Stelmókas og Halldór Sigfússon fer á vítalínuna. Og Halldór að vera í markinu og tekur boltan. Þvílík markvarsla. Glæsileg markvarsla hjá Róland Ratze með 15. skotið sitt og þar af 2 víti. Þetta var skemmtilega gert og annað víti sem hann tekur á Halldóri. já. Hann var beins hallar úr vetturum og lokaði svo hann. Já. Valsmenn geta komist yfir. Staðan jöfn. Valsmenn orðnir jafn margir og koma í sóknina. Snorri á miðunni. Þá Einar. Heiðmar til varnar. Snorri. Bjarki út í hornið á Geir. Geir fyrir inn á línuna. Snorri. Og hún kemur. Einar. Og Snorri Steinn. Sækir á vörðina og dæmt aukakast. Þarna var Einar að reyna að leita að línunni. En það opnaðist ekki þar. Geir fyrir aftur inn á línuna. Valsmenn spila á 4-2. Freyr. Og Stelmókas stelur boltanum. Þarna voru þið komnir á nálægt vörðinni. Og Þetta var slís. Ég held að þetta hafi verið algjör slís. Mér sýndist Freyr hreinlega að renna. Hann kastar sér til að fiska boltan og lendi það fram hann og Stelmókas tekur boltan upp og stígur svo á hann. Við hefðum getað að sé þetta örlítið fyrr. En að samanskapi mjög klaufalegt hjá Völsurum að þetta er 3. bolt sem Stelmókas hirðir að þeim. Já, nú geta KA-menn. Það er Baldur Þorsteinsson sem á að taka vítið. Já, hérna. Virðist vera með stáltögar þessi drengur. Treyst honum fyrir þessu. Já, þetta er mikilvægt víti. Rúmar 6 mínútur eftir. Og Baldur skorar! Baldur Þorsteinsson skorar 3. mark sitt og staðan er 15-14 KA-mennum í vil. Já, hann var mjög yfir og sett hann í klofið á hann. Já, já. KA-menn yfir einu marki þegar 6 mínútur tæpar eru eftir og það er tekið leikli. Valsmenn taka leikli. Já, Atli Hilmarsson kemur og brýnir sína menn og það gerir Geir Sveinsson líka.
Þetta er mjög erfitt fyrir Valsarana. Þeir eru einu færri þarna, Geir fyrir út af og svo þegar hann er rétt góður inn þá missar annan mann út af. Þannig að þeir eru þetta geysilega erfitt. Já, þetta er rosalega lýjandi og þetta er búið að vera, já, allir leikirnir eru búin að vera með þessari baráttu og þetta lítur að taka á og einhvers stað að verða menn að gefa eftir hreinlega. Já, ég meina, allir núna eru dauðþreyttir, þeir fara náttúrulega bara á vilja núna einu saman. En svo er núna eins og Baldur Þorsteinsson er að koma hérna sterkur inn. Hann er kannski lítið búinn að spila, óþreyttur og það er kannski skilur núna. Hann er standað sér mjög vel. Já, það er gott að eiga svona menn sem að koma inn af varamannabæknum. Sama hjá Val, þá er Einar Gunnarsson verið að gera síðustu mark og það er sama með hann. Hann hefur ekki verið að spila mjög mikið. Þannig að þessi menn eru svona að koma mjög sterkir inn. Alveg hárrétt. Einar búinn að skora 2 síðustu mörk Valsmanna og Baldur Þorsteinsson búinn að skora 3 síðustu mörk KA-manna. Þá koma Valsmenn. Markus Máni á miðjunni, Snorri Steinn kominn í vinstra hornið og Einar fyrir utan, Bjarki kemur á vörnina og Baldvin brotlegur. Bjarki tekur aukakastið, Markus, Einar, Snorri, Sigfús í baráttunni á línunni og Einar sækir aukakastið. Einar að vinna tíma. Já, 1:10 þar til þeir fá manninn inn á. Einar, Markus Máni missir boltann nær honum aftur og þá er það Einar. Og kemur á vörnina, allt opið og hann skorar! Já, jafnametið 15-15, 3. markið hans í röð. Hann og Baldvin er að skora hér. Hann er að halda Valsmenn í gjössarinn í leiknum. Búinn að gera 2 mörk þegar Valsar einu færri. Geysilega áræðni. Já, góð innkoma hjá Einari Gunnarsinni. Það eru 5 mínútur tæpar eftir. Staðan jöfn 15-15 og einhvers staðar hefur maður sér svona tölur í hálfleik. Já, varnarleikurinn er geysilegur. Já, er þetta dæmt aukakast. Þetta er svona eins og eftir 20 mínútur leik hjá Þór. Já, það má segja það. Það er kannski 15-20 mínútur. Já. Þá koma KA-menn. Heimir, dettur og nú hljóta hendurnar að fara að koma upp hjá dómarunum. Það er ekki mikil ógnun í þessu. Þá kemur Halldór og Heimir í gegn og fær dæmt. Aukakast, KA-menn vilja fá víti. Þurrka gólfið, segir Geir Sveinsson. Sjáum þetta aftur. Hér kemur fæslan hjá Geir. Nei, hann er ekki fyrir inn. Hann er alveg rosalega sterkur. Hann sett út höndina og Heimir bara dæmt. Vilja kannski fá hann útaf fyrir fullt og allt. Losna við hann þarna. Já. En þetta var bara fríkast. Hann fer bara með hendina nýjan og hann er það sterkur að menn, hann finnst alltaf að segja að rattan í menn. Þeir eru steinlíkja. Já, hvað eru þeir, Halldór og Stelmókas að ræða þarna? Kannski kemur eitthvað frá þeim núna. Við sjá. Rétt rúmar 4 eftir. Nú kemur eitthvað hérna milli Halldórs og Stelmókas. Já, 5 sekúndur þar til Valsar að fá manninn inn á. Heimir og Heiðmar, Halldór og Halldór kemur á vörðinu út í hornið. Steinleikur á gólfinu, fer inn á línuna Stelmókas og það er aukakast, þurrka gólfið væntanlega. Já, dómararnir stoppa þetta og það er svitapollur á gólfinu. Halldór fjall hérna í gólfið, en sekúndurnar. En þvílík barátta. Valsararnir voru 5 og þetta var eins og við erum fullskipalið. Það var bara hvergi smuga. Allt gefið 4 mínútur eftir og 2 sekúndum betur. Já, leikmenn eru á tánum svo sannarlega núna. Þá koma KA-menn, Heiðmar Vélarsson upp og Róland Ratsever og Valsmenn ná boltanum. Róland Ratsever nær boltanum fyrir Valsmenn og þeir geta komist yfir ef þeim tekst vel í þessari sókn. Nú kemur Jónatan inn á og hóttist fjósi undir að stela hreinlega boltanum af Valsmenn. Já, hérna, Valsmenn kom í sókn. Stillaður. Síðustu mínúturnar framundan og spennan í algleymingi hér í KA-heimilinu á Akureyri. Staðan 15-15 og það eru 3,5 mínútur eftir. Geir komin í hornið. Já, Geir fyrir inn á línuna núna. Það er Snorri Steinn, Einar Gunnarsson. Hann kemur á vörnina og Snorri og hann í gegn og glæsileg markvarsla. Það er dæmt vítakast á KA-menn. Pektivicius varði, sjáu þið Snorra. Hér er hann áræðinn, fer í gegn og það er brotið á honum og mark. Nei, og víti segi ég. Já, Baldvin fer í hann. Já. Svona það hefur kannski verið ráðinn að láta hann fara. Það var góðinn í teg. Og Bjarki á vítalínunni og hann skorar. Og Valsmenn komnir yfir í stöðunni 16-15 þegar að rétt 3:10 eru eftir. Já,
Bjarki Sigurðsson kom með 6 mörk fyrir Valsmenn og nú mikilvæg sókn hjá KA-mönnum. Þeir hafa ekki verið undir í þessum leik fyrir núna. Valsmenn að komast yfir í fyrsta skipti. Þarna keyrir Heimir bara á flegiferð á milli 1 og 2. Þess að við erum að tala þetta við þurfum að nýta sig og geysilega vel gert hjá honum. Já, KA-menn fá víti og þarna var kannski reynsluleysið hjá Ragnari Ægisinni. Rólandi Ratse var mjög ósáttur við þetta, hann átti bara að láta hann fara, hann var búinn að missa hann inn fyrir. Og Baldur Þorsteinsson skorar! Sá kaldur! Ég á ekki til orð, þvílíkt vítakast! Hann bara að spila eins og maður sem bara á sínu 14. tímabili í meistaraflokki. Þetta bara svo að drekka vatn. Já, hann byrjaði að skora í stöðinni 12-12 og hann búinn að skora 4 mörk fyrir KA. Jafnan metinn 16-16. Hann búinn að gera 4 síðustu mörk KA-manna. Alveg hreint ótrúlegu leikur. Og þá koma Valsmenn í sókn. Snorri og Einar Geir kominn inn á línuna. Og Einar reynir að finna Sigfús, brotið á honum, aukakast. 2:10 eftir. Valsmenn geta komist yfir aftur núna. Einar Gunnarsson kemur á vörnina og þá það Snorri út í hornið, Bjarki og Bjarki á Snorra og Snorri á vörnina og fær aukakast. Já, það svona eins og þeir sé að bíða eftir góðu færi Valsmenn, þeir þora ekki að taka áhættuna. Það mikið í húfi, Freyr og Einar inn á línu og Sigfús og þeir eru dæmdir brotlegir Valsmenn. Valsmenn eru dæmdir brotlegir og KA-menn fá boltann. Bakhrinding segja dómararnir og KA-menn vinna boltann. Sigfús var ekki sáttur með þetta. Ég sá nú ekki nógu vel hvað gerðist. Hann var ekki mjög ánægður, ég sá hann ekki heldur almennilega en hann var allavega ekki hress með það. Nei, hugsanlega hefur Geir verið brotlegur en við skulum vona sjáum hér sjáum við aðdragandann að þessu og nei, þetta var aðeins áður. Við skulum vona að dómarnum vegna þetta hefur verið rétt. Já, við treystum þeim. Það er rétt tæp 1,5 eftir staðan 16-16 og KA-menn í sókn. Þeir kemur Heimir og hann í gegn og skorar! Heimir Oddarsson skorar og þvílík tímasetning á að skora 4. markið sitt. Hann skoraði bara í fyrri hálfleik. 17-16. Aftur fer hann í gegn með Ragnar þarna. Já, Heimir Örn Árnason skorar og KA-menn komnir yfir á ný. Valsmenn í sókn. Einar Gunnarsson. Og þá Snorri Steinn, þvílík pressa. Það er innan við mínútu eftir og Snorri sækir á vörnina. Bjarki dæmt aukakast. 50 sekúndur eftir. Ná Valsmenn að jafna metin og knýja frá framlengingu. KA-menn eru 1 marki yfir. Freyr og þeir dæmi aukakast. Sekúndundan tíma. Fylgist með klukkunni upp í vinstra hornunum. Valsmenn halda áfram. Tveir inn á línunni, Snorri Steinn og þá Einar. Þvílík pressa. Einar inn á línunni, nei! Hann fann ekki Sigfús. Sigfús alveg brjálaður yfir hvernig það farið með hann þarna. Það er hangið í honum. Þeir hanga á honum eins og öskupokar þarna. Og Sigfús ekki sáttur með þetta. Nei, Sigfús var geysilega pirraður þarna. Og þá svolítið mikið hangi í honum. Já, Valsmenn hafa 27 sekúndur. Valsmenn hafa 27 sekúndur til að jafna metin. Annars er 5. leikurinn. Annars er 8. leikur. Já. Nú fer annar dómaranna Linur Leifsson að tímavarðaborðinu. Kjartan Steinbach fjallar við hann. Allt klárt. Hann hugsaði að láta hann vita af því það heyrist ekki neitt. Atli með lengli með spjaldi í hendinni. Já. Tekur þá lengli leið og KA fær boltann. Einmitt, þá kemur Einar út í hornið á Freyr. Einar Gunnarsson og Snorri Steinn. Bjarki kemur á vörnina og það er brotið á honum. Aukakast. Sekúndurnar, það eru 15 eftir. Einar Gunnarsson stekkur upp og hann skýtur í stöngina og KA-menn ná boltanum og þeir taka væntanlega leiklega nei. Þeir halda áfram. KA-menn halda áfram með boltan. Valsmenn brjóta ekki og þetta er að verða búið. Og þeir eru búinir að vinna 17-16 og það er 8 leikur. Þvílíkur endir á þessum leik.
ég svo aldeilis hissa. Sigurpáll, þetta var rosaleg loka mínúta. Þetta var svakalegt og Einar skýtur hérna í stöngina. Það var ekkert annað hægt að gera, hendin var komin upp. Já, hérna, þessi leikur er svakaleg barátta og ekki verður að síður á föstudaginn. Nei, það oddaleikur, Valsmenn, þeir fara hér af velli en KM fagna staðan 17-16 í lokin. Já. Já, hérna. Atli Hilmarsson, til hamingju með annan glæsilegan sigur í röð. Hvað getur þú sagt eftir svona dramatík? Ég er orðlaus. Ég held að allir hafa séð að menn eru að vera búinir með sína krafta og þetta er ótrúlegt hvað menn halda þetta út. Einbeitingin, hún dugði núna í 60 mínútur og ég er bara stoltur af mínum mönnum og ég er mjög ánægður að geta stýrt þessu liði í einn leik viðbót. Er það að skila sér að þið dreifið álaginu meira á leikmenn heldur en Valur? Ég held að það sé mjög mikið atriði að þeir eru að spila mikið á saman mannskap en samt held ég að alltaf menn reyna að kreista allt sem hægt er en menn eru orðnir mjög þreyttir og það sést líka hvernig við erum að klúra dauðafærunum. Þetta er svolítið þreytar sem eru að fann að setja í sig. Botnungur strákur á víttælínuna í lokin, Baldvin Þorsteinsson. Stolt taugar sem hann hefur. Þú hefur ekkert verið hræddur að setja hann þarna? Nei, hann er ekki vanur að taka víti en ég sá hann var í besta standinu fannst mér og hérna þetta var mikil áhald sem við tók. Það var mikið horft á mig á bekknum á Baldvin að fara að taka víti. Ég sagði já og þetta var bara ég tók áhættuna og hérna hann stóð sér frábælega strákurinn. Þinn síðasti leikur hér á heimavelli KA-manna. Þú var tiltur hér í upphafi, allir stóð upp og klöppuðu þér lofi lófa. Þið lítur að líða óskaplega vel. Alveg frábært. Ég var nú bara hrærður í fyrirleik og það er náttúrulega ekki nógu gott en ég ætla að reyna að færa þessu fólki titil á föstudaginn og ég mun gera allt sem mínum valdi steldur. Ég veit að strákarnir kreista síðustu drópana fram og við ætlum okkur að standa okkur. Og þessi upprís eftir að lenda 2-0 hlýtur að gefa ykkur byr í seglin? Það sjálfsögðu en það er ekkert sjálfgefið. Við erum að fara mjög erfiðan útivöll og þetta er bara spurningin núna að halda haus og reyna að gera sitt allra besta og kreista allt út sem hægt er. Þakkaði fyrir þetta. Já, þakkaði fyrir Björn og já, maður eiginlega bara var alltaf búinn að jafna sig í Sigurpáll Árni. Þetta var hreint frábær skemmtun. 17-16 eru lokatölur og það er langt síðan maður hefur séð svona lokatölur. Já, bara varnarleikurinn var í fyrrum og menn voru að gefa sig allan í leikin og bara þessi leikur var bara frábær skemmtun og menn voru greinilega að síðustu drópanum þarna en gerðu mjög vel. Já, það var nú þarna umdeilt mark sem að KA-menn skoruðu 14. marki þegar hann steig greinilega á línuna en þetta er hluti af leiknum og ég held að Björn Friðriks sé komið með Jóhann Gunnar í viðtal og við sendum boltan á hann. Jóhann Gunnar, til hamingju með sigurinn. Þú átti svolítið erfið uppdráttar í fyrstu en beist á axlinn lést ekkert bugast. Það þarf nú kjark í þetta? Já, vissulega og þetta var bölva klúður hjá mér að klúra þessu hraðaplöpunum í byrjun. Mér hefur svo sem aldrei gengið neitt voðalega illa með hennar markmann og ég skil ekki alveg. Þetta er bara einhver taugatitringur eða eitthvað, ég veit það ekki. Maður har bætt úr því í næsta leik. Er hann búinn að lesa ykkur? Já, vissulega. Við erum búin að spila og þetta er 4. leikurinn og þeir vita alveg hvar við erum að skjóta og nú þarf maður bara að hafa hugan í lagi og breyta aðeins til. 4. leikurinn, einn eftir, eru menn ekki orðnir þreyttir? Já, en maður bara gleymir í þessu. Þetta er svo virkilega, þetta er rosalega gaman og maður bara heldur sér gangandi á okkur og svo eftir 5. leik þá hrynur maður niður í ekki neitt. Takk fyrir þetta. Takk. Já, Valsmenn þurfa að leika 8 leik en eru þó á heimavelli og það verður nú alveg örugglega troðfullt af föstudagskvöldið í Valsheimilinu og sárgrátlegt að það skuli ekki vera stærra, hreinlega. Já, það mætti, já, það er svona helmingi meira sem helmingi fyrir sem vilja mæta þetta eru komast inn í Valsheimili. En eins og Atli var að segja þarna, Baldvin fer á vítalínuna, það var mjög klókt í Atli, hann tók stóran séns en það gekk upp og Baldvin skilaði þessu frábærlega. Já, það er óhætt að segja það. Það er spurning hvort að við rennum yfir tölfræðina áður en að við hættum. Hér sjáum við þetta. Baldvin Þorsteinsson 4 mörk úr 4 tilraunum. Heimir Örn Árnason með 4 mörk. Stelmokas 3. Jóhann Gunnar og Halldór með 2 hvor. Sævar Árnason og Heiðmar Felixson skoruðu sitt mark í hvor. Og þá er það Egidíus Pektivicius, markvörður. Hann varði 10 skot í markinu hjá KA-mönnum. Nú Bjarki Sigurðsson markahæstur hjá Valsmönnum með 6, Einar Gunnarsson með 3 eins og Freyr Brynjarsson
Markús Máni með 2 og þeir Sigfús Sigurðsson og Snorri Steinn 1 mark hvor. Og síðan það Roland Eratze, varði 16 skot í markinu, átti mjög góðan leik því að eins og við vissum að þá var þetta geysilega harður leikur varnarlega, en sendi yfir til þín Björn. Geir Sveinsson, þetta var rosalegur leikur, þið komist yfir rétt í, þegar 3 mínútur eru eftir. Hvað geturðu sagt við þína menn eftir þennan leik, dramatík? Ekkert annað en það, hvað mér fannst áttu við sigur stillilega skilið þína restina. Mér finnst við skora fullkomlega löglegt mark í restina sem Sigfús gerir. Og hugsanlega flokast undir eitthvað væli í mér eða eitthvað annað, en ég verð bara að segja svo mér finnst ég lenda hérna í enninu leiknum þar sem Dómgæsla hallar á okkur. Og það bara ansi erfitt að eiga við það og mjög kritísku mómenti þá, ég menn það sá sennilega allt húsið, það tala ekki með þjóðinu verið að horfa á að maðurinn stígur minnstakosti góðan, halvan metrinn í teginn vel á línuna og eitthvað annað og það ekki lína dæmd og annað og það svona atriði sem falla okkur gjörsamlega í óhag. En ég tek það ekkert að drengunum þeir sýndu hérna gífurlegan styrk og sýndu hérna frábæran leik, mikla baráttu og við klárum þetta í valsamilinu. Farið að segja eitthvað til sín að þið eruð að spila á færri leikmönnum heldur en K.A.? Ekki til. Það var massíft hjá okkur, það var gott hjá okkur, við vorum að spila mjög vel, menn voru grimmir og ákveðnir, þannig að það var ekkert málið. Ég vil bara fá sanngjarna dómgæslu. Oddaleikurum verður á Hlíðarenda en ekki í höllinni? Nei, höllin víst upptekin, við ætlum að fara þangað en hún bara því miður upptekin, þannig að þá það bara heimaði best. Takk fyrir þetta. Já, þakka fyrir það Björn og Geir. Nú við förum að segja þessari útsendingu lokið. Oddaleikurinn á föstudagskvöldi og það bíða sjálfsagt allir spenntir eftir þeim leik og við verum með beina útsendingu frá þeim leik, en Sigurpáll Árni Aðalsteinsson þakka þér fyrir aðstoðina, en við segjum þessu lokið frá Akureyri. Verið þið sæl. Íslandsmótið í handbolta í boði Esso. Fiesta Express. Eldsnöggt frá Esso.